Góðan daginn og þá komið að ég tengja saman spurninga og bakgrunnsbreytur. Hér eru þá stödd inn í könnuninni minni þar sem ég að spyrja hvar á landinu borðaður mestur ís. Ég með 3 bakgrunnsbreytur. Ég með kyn, ég með búsetu og ég með aldur. Og síðan koma spurningarna mínar, hvort þú borðir ís, hversu oft og hvar á landinu þú býrð og allt það. Þegar ég fer núna inn í svörin mín, ég sé hérna það eru 6 sem hafa svarað þessu, ég smelli á það og þá sé ég hérna koma upp þessa fínu myndir sem að segja hversu margir hafa gert, hversu margir kallar, hversu margar konur, búseta, aldur og svar við spurningunum. En það sem vantar er að tengja þessar spurningar við bakgrunnsbreytuna mínar. Og til þess að gera það, þá þarf ég að fara yfir í sjálft hérna, við skulum bara kalla þetta Excel, eða þetta heitir Sheets hérna í hérna Google, en við kallum þetta bara Excel. Þá þarf ég að fara yfir í Excel og ég þarf að tengja spurningarna saman, gera það sem heitir cross analysis og þá kemur þetta svona út. Þá eru bara öll gögnin og ef þeir eru náttúrulega með miklu fleiri svör heldur en ég er bara með 6 svör til að vinna með, að fyrstu 3 spurningarnar hérna, að þetta er allt saman spurningar sem eru bakgrunnin. Hinar þarf ég að tengja saman við til að sjá hversu margir karlar, hversu margar konur og svo framvegis. Og hversu oft. Þannig að nú þarf ég að setja upp formúlu. Og það er gert bara nákvæmlega eins og það er gert í Excel. Fyrir ykkur sem kunnið á Excel að þá er bara mjög einfalt að fara þar yfir. En ef við ætlum að nota bara þetta kerfi og það er ágætt að taka fyrst og velja allt sem ég ætla að skoða saman fyrst. Hér ætla ég ætla að skoða hérna kynið, hversu margir svöruðu og ég ætla bara að gera það gult og ég vil fá að sjá bara svörin eru borðaru ís. Ég vil fá að sjá hversu margir karlar og hversu margar konur borðuðu ís. Þannig ég ætla að hafa það gult til að auðvelda þetta fyrir mér þegar ég fer að setja formúluna upp. Þá þarf ég að byrja á því að setja hér breytuna mína sem væri í þessu tilfelli þá er það karl og það er kona og það er annað. Ég þarf síðan að setja hér upp spurninguna og svöru við spurningunni og ég verð að skrifa þetta nákvæmlega eins og það er í spurningunni. Það er sem sagt já og það er nei. Og nú vil ég að kerfi telji, ég get auðvitað gæti að handtalið þetta, það sem þetta eru bara 6 aðilar. En við skulum gera ráð fyrir að ég sé með 300 eða 150 eða eitthvað álíka og þá er þetta bara miklu meira mál að setjast niður og fara að telja. Þannig að nú vil ég byrja á því að telja kynið. Þannig þá fer ég upp í, ég þarf að gera samansemmerki til að byrja með eða plúsin til að segja að ég sé að fara að búa til formúlu og ég ætla að nota formúlu sem heitir count ifs. Hún er hér hjá mér, sjáu þið, count ifs, count values depending on multiple criteria. Og það er það sem við ætlum að gera. Þannig count ifs og þá biður hún hvað ætla ég að velja. Ég ætla að velja allt kynið. Þannig ég þarf að fara hér og velja allt sem svör komi með. Íta á tab muniði, ekki enter, heldur tab. Fyrirgefiði, ég aðeins svo fljóta á mér. Því að ég lokaði náttúrulega hérna formúlunni, það er ágætt að sjá þetta svo þið hérna getið vara ykkur á því líka. Ég þarf náttúrulega fyrst að gera kommuna því ég á eftir að segja henni hvað annað hún á að leita. Hún á að leita síðan, hún á að leita í karlinn. Ég vil fá að vita hversu margir karlar borða ís. Þannig það er karlinn sem kemur næst sem er þá B10. Ég þarf að gera aftur kommu til að segja henni og nú ætla ég að setja inn hina kriteríuna og þá ætla ég að setja þetta hér. Svona. Og ég þarf aftur að setja kommu því ég þarf að segja henni hvað hérna að hverju ég er að leita, hvað ætla ég að tengja saman og ég vil láta að tengja saman jáin. Nú er formúlan mín tilbúin. Nú get ég ítt á tab-knappinn og sagt henni að hérna telja og hún segir mér að það sé 1 kall sem segir já við því að hann borði ís og er það rétt, nú fljótlegt fyrir mig að sjá það hérna út af því að sjáu þið, hér er 1 kall sem borðar ís
og það er annar karl sem borðar ekki ís. Þannig að já. Nú vil ég, af því þetta er náttúrulega plúsin við að nota þetta kerfi er að maður getur dregið formúlunar. Ef ég dreg þar núna eins og hún er, þessi hérna formúla, við skulum bara smetla hérna á hana svo við sjáum hana. Við nú við, þetta fór aðeins hérna fyrirgefðu, ég er svolítið æst með þessa mús. Við erum hér og hér er formúlan okkar. Það er sem sagt B2, B7, hérna. Síðan er það B10 sem er karlinn. Síðan er það E2 til E7 sem er spurningin mín. Og C9 sem er fyrsta svari sem er þetta hér. Ef ég dreg núna þessa hérna formúlu til hliðar að þá dregur hún næst, þá dregur hún ekki B10, heldur þá dregur hún B11. Af því þannig er hún uppið, þannig ég þarf að byrja á því að ég þarf að festa, ég þarf að setja festurnar inn í, það eru dollaramerkin. Munið eftir því úr Excel þegar þið setið fasta tilvísun að þið ætlaði að festa það sem þið er að gera og það er mjög mikilvægt. Þannig nú farið þið hér uppi og þið gerið F4 ef það er á tölvunni hjá ykkur, þá setur hún sjáuði að hún ætlar að festa bæði línuna og hún ætlar að festa dálkinn í þessari hérna formúlu. Ég ætla líka að gera það við hina. Þannig að ég fer aftur hérna og ég gerir F4 á þetta hérna líka. Ef þið eru ekki með F4 hjá okkur, þannig að dollaramerkið komi hérna við, að þá setið bara sjálfar inn dollaramerkið, handvirt. Og það er ekkert mál. Ég þarf líka að festa B10 og C9, þannig hún haldi áfram út röðina. Hér ætla ég að festa sem sagt línuna, þannig að hér, hérna dálkinn, þannig að hér set ég bara dollaramerkið stakt inn, framan B, því ég ætla að festa B-dálkinn og það er í hérna efri talan hérna í 4 og síðan þarf ég að fara hérna í C9 og þar ætla ég að festa línuna af því það er þessi hérna lína sem ég ætla að festa sem er, fyrirgefiði, þessi hérna lína, það sem að tölurnar, hérna svörin koma. Þannig að ég set dollaramerkið hér svona fyrir framan línuna og fyrir framan dálkinn. Núna get ég gert tabs og þetta er bara það sama og áður, það kemur alltaf bara 1 hérna. Nú ætla ég að draga þetta hérna niður, hægt og rólega, liggur ekkert á og þá sé ég að það koma 5 út úr þessu sem passar. Því það voru 5 sem sagðist borða ís og það var 1 sem sagðist ekki borða ís. Þannig ég færi það hér yfir og þá passa talan sjáuði. Þetta eru alls 6 manns. Ég gæti núna tekið þetta hérna allt saman og nú vil ég fá að sjá þetta sjónrænt. Þannig að þá þarf ég að búa mér til einhvers konar myndrit og það er hér uppi, sjáuði, insert chart hérna uppi. Smetla það og þá býr hún til fyrir mig þetta rosalega fína hérna chart, það er karl og það er kona og það er kona og það er annað. Og hún er að svara sem sagt, rauða er neyið, bláa er jáið og hún setur það líka hér í hausinn, þannig ég þarf væntanlega að laga þetta hér. Þannig ég fer í punktana hérna 3, þá get ég lagað línuritið, þá get ég gert edit chart, ég get líka gert delete ef ég er ekki ánað með þetta eða eitthvað, þannig þá fer ég bara hér og þá eyðist það, en ég ætla að laga þetta. Hér segi ég sem sagt að hérna spyr mig alls konar, hérna með setupið, alls konar eitthvað dóti því og svo er það customize og það er stílinn. Vil ég hafa það bara eins og það á að vera, vil ég breyta litunum, vil ég hafa litina nákvæmlega eins og þeir eru eða vil ég hafa þetta eitthvað voða skrautlegt hérna, vil ég hafa grátt hérna bakvið til dæmis. Síðan kem ég að titlinum og hér get ég breytt titlinum, þetta stendur já og nei, ég get líka náttúrulega bara smellt hérna beint inn á og gert það þar, en ok, þetta er hérna á hvaða kyni ertu hér þessi spurning, þá get ég bara sagt já, ég verði eiginlega náttúrulega að tengja spurningarnar saman. Ég veit ekki hvað ég að kalla þetta, borða
Hvort borða konur eða karlar meira ís? Segjum það bara. Borða konur eða karlar frekar ís? Spurningamarki. Þá þetta orðið titillinn minn. Hérna. Hún setur, sjáiði, þetta sem heitir legend, sem að skýrir hvað í þessu, í súlunum. Hún setur það hér fyrir ofan. Það yfirleitt ekki gert. Þetta yfirleitt alltaf til hliðar eða undir. Þannig að ég alveg ykkur að færa það. Það sem sagt þetta sem heitir legend, sem hérna. Smellið á það og þá segir hún hérna legend, eitthvað staðar, segir hún ekki hérna hvar það Jú, hún segir auto. Hún segir auto hérna og við viljum ekki, það má vera insight, sjáu þið, þá segir hún hérna já, nei, það svolítið skrítið. Þannig að við setjum bara til hægri, prófum það og sjáu, þetta yfirleitt alltaf sett hér. Þannig að það auðveldra því fólk þekkir það frekar að sjá það svona og við reynum alltaf að gera þetta þannig að það sé auðveldra fyrir fólk að lesa úr línuritinu okkar. Eða myndiritunum sem við erum að gera. Til þess við með myndiritin að gera þau auðveld. Og það líka hægt að merkja inn á þetta hérna og þið bara farið yfir hérna, sjáu þið hvað hægt að gera hérna. Það hægt að gera alveg fullt. Ég á svo litlu skjá, það svo erfitt að vinna mikið við hann, þannig ég ætla bara að láta þetta vera svona og þið spurjið mig frekar ef það þið lendið í ykkur. Þannig að nú ég búin að svara hérna einu og ég myndi hreinlega færa þetta hérna eitthvað til hliðar á meðan ég held áfram að vinna og ég þarf náttúrulega að halda áfram með spurningarnar. Mér langar að sjá líka kyn, tengja kyn og hversu oft þú borðar ís, eða kaupir ís í búð eða ferði í ísbúð, þá það nákvæmlega sama. Ég þarf að setja hérna upp bakgrunninn. Ef þetta væri hérna búsetan, að þá færi hún hér og síðan spurningarnar hér fyrir ofan. Bakgrunns breyturnar hér, spurningarnar hér og þær verða að vera í þeirri röð sem þær koma fyrir í spurningunum ykkar til þess að þetta komi rétt út, aldurinn og allt þetta. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna vegna þess að ég ætla frekar að fá frá okkur spurningar ef þetta eitthvað af þessu sem óljóst.